Ég ætla að fara hérna aðeins yfir hvernig möppukerfið virkar í PC-tölvunum. Ég er stödd hérna bara núna á desktopinu mínu og hér neðst niðri sjáu þið, hér eru öll skjöl eða forrit sem eru opin og hér er merki fyrir möppur. Ef ég smelli á það einu sinni að þá opnast það náttúrulega í allt öðrum glugga, en það er alltaf læg, við drögum það bara hingað. Að hér lengst til vinstri eru sjálfgefnu nöfnin í möppukerfinu og það er OneDrive-ið ef við erum með OneDrive sem þið væntanlega eru með ef það er búið að setja það upp hjá okkur og þið eru með netfang skólans. Það er ekki hægt að stilla sig inn á OneDrive-ið með Gmaili af því það eru bara Google sem er með Gmail, Office, að það er aftur á móti Office netfang. Þetta skiptist alveg í tvennt. Síðan er það þetta sem heitir This PC, það er þessi tölva. Ef þið eru með þetta á íslensku þá væntanlega stendur þessi tölva. Og það eru hlutir eins og 3D Objects, það er desktopið, þetta sem ég var á áðan, það eru skjölin, það er allt sem við downloadum í tölvuna, það er músík, myndir, vídeó og svo tölvan sjálf. Og ef ég væri að vista skjal sem ég er að vinna með, þá fer það annarkvort hér í Documents eða ef að þið eru með það stillt þannig að það fari beint inn í OneDrive-ið ykkar. Ef ég smelli á Documents hérna hjá mér, að það sjáu þið, hér er ég komið fullt af möppum og svo er ég með skjöl hérna sem ég hef ekki sett í möppur. Allt sem við downloadum fer sjálfkrafa inn í downloads möppuna. Þannig það er alltaf hægt að finna það sem þið hafi verið að taka einhvers staðar annars staðar frá, það á alltaf að fara beint í downloads. Músík, að þar myndi bara vera ef þið eru með einhverja músíkfæla, eins og sjáu það bara brjálæðislega mikið af því hjá mér. Myndir, að það er allar myndir sem þið hafi verið að vinna með, ágætt að setja þær, skilja þær að frá skjölunum, ritvinnsluskjölunum, að hafa myndirnar sér. Og síðan er það vídeó, að það eru möppur sem að maður er að vinna með og annað. Þetta er í grófum dráttum möppukerfið í tölvunni. Þegar ég vista, þá fer það alltaf inn á Documents eða OneDrive. Þegar ég downloada, fer það alltaf inn á Downloads og ég færi það svo úr Downloads ef ég vil. Mér persónulega finnst betra að færa það úr nema það sé eitthvað sem ég kem til með að henda aftur, að þá hef ég það kjurtar í, en venjulega þá fer allt sem að maður er að gera þá að vera hérna inn í Documents. Og þið búið til nýja möppu, annarkvort með því að fara hér upp í, þessi stendur New Folder, ég smetla á það og þá kemur hún hérna neðst að því hún heitir New Folder og ef ég skýr hana, að það færir hún sig bara á réttan stað, ef við látum hana bara heita SSS og lokum á það, að næst til ég kem inn, að þá ætti hún að vera komin, prófum það bara hérna, fyrir hérna aftur í Documents, að sjáum við þá er hún komin hérna á réttan stað. Það er líka hægt að gera möppu með því að hægri smetla hérna utan á þetta hvíta, gera New og velja Folder. Þetta er í grófum dráttum það sem að möppukerfið snýst um.